Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum Sögukastið. Úp. Þáttur 7. Jeps, let's go. Let's get up and at 'em. Er þessi þáttur að fara að vera svona? Nei. Guð mig góður. Já, ég veit ekki hvað ég á að segja stundum og ég segi bara fyrsta sem kemur upp í hausnum mér, ok, og hvað ætla að gera í? Það er ekki neitt. Nei, akkurat. Mér langaði að spyrja einu. Hver erum sem sagt manneskjur og sögur sem þú hatar? 3 manneskjur sem hata mest. Oh my god, það er allt stólum mér. Sko, Ég veit að það er 2 manneskjur sem ég veit á hatar já, með a fiery passion. ég var að tala um The Harlot. Nei, ég var ekki eins og að hugsa hana. Ha? Varst ekki að tala um Edward og... Jú, ég var að tala um þau. Ég Já. held að þú var að tala um Madame de Barry. Nei. Ég held ég verði eiginlega að segja Edward 8. Og Mrs. Simpson. Þá með. Ég var að telja þessi með einu heild. Það verði eiginlega að vera sem eina held. Já. Sko, ég er í svona love-hate samband með Henry 8. Já. Ég skilu. Hann er rosa áhugaverður, hann var umulig manneskja. Já. Svona þennan klassíska. Hitler. Stalin. Fyrst ég bara veit hvað það er. Nei, Ég veit það ekki, ég má það ekki. það er ekki Madame de Barry. Nei. Ekki. Akkur ætti hún að vera? Ég bara veit að Marie Antoinette hatte hana, þannig að ég held bara svona þú er svona sem ákveðin framlenging. Þú veist, hún var alveg kunda, Já, en svona það var skemmtileg. áhugaverð. Já. Ég bara veit það ekki. Nei. En þú? Sko, einn sem ég ætla að þoli ekki, þetta er örugglega ekki margir sem vita hver þessi maður var. Já, það er hann Savonarola sem, eins og ég segi, örugglega margir veit ekkert um hann. En hann sem sagt aftræði mjög sem sagt framgangi endurreisnarinnar í Ítalíu og sérstaklega í Flórens. Ok. Og var mjög mikið með bókabrennur Já, og svona. einn af þeim. Já, svona skemmtilegur. Hann var að segja að sem sagt, það væri of mikið verið að synga og ble og Já. allt þetta, og hann var svona fanatískur prestur. Ok. Þannig að ég hata hann alveg rosalega mikið út af því að einmitt, það voru mjög mikið af bókmynd sem bara hurfu bara út af þessu. Þú veist, þetta er alveg eins og með hana bókasafni í Alexandríu, skilur. Já, einmitt. En þá var það örugglega bara einhver mistök, skilur. Já. Ég kom með 3. Það, ok, hver? Einmitt, sko, í rauninni ekki merkileg manneskja. Nei. En bara algjör fáiði. Og ég er búin að gleyma hvað hann heitir. En það er maðurinn sem hann íslenski nasistinn. Já. Sem Svo sem hann hafði talað um að hafa uppljóstra Leif. Já. Og Einmitt. fleiri. Já. Björn. Já. Ég veit nákvæmlega hvað þetta tala um. En sko, algjör bleiða líka. Þetta hefði mitt. Please, ef að þið hefði ekki lesið Íslendingur hér, please lesið. Býr Íslendingur hér. Býr Íslendingur hér, sorry. Please lesið hana út af því að þetta er geggjuð bók. Já, hann Björn Sveinsson Björnsson. Já. Sveinsson Björnsson. Já. Þetta var hann næst. Hann var sonur Sveins Björnssonar, fyrsta forseta Íslands. Já, einmitt. Það er rétt. Já, hann er 3. Já. Ok, hver eru þínir senstu 2?
Nú verður þetta eins flóknara sko. Það Því að það eru svona það eru ákveðnir sem svona komum við huga og það er náttúrulega auðvitað alltaf Hitler og Stalin og eins og þú sagðir. Við erum bara ekki það basic. Nei, við erum ekki það basic sko. Þú veist, og ég er ekki þú veist, og ég er ekki pera ég hatt ekki Rommel eða neitt sko. Þú veist, og ef það væri einhverju næstum það var Goebbels það er náttúrulega algjörnaðara sko. Minnum við Eichmann. Já, Eichmann líka, Jesus, það var rosalegur. Þetta er rosa erfitt. Ég kemur með rosalega erfiða spurningar. Ég veit það. Það er eiginlega ómikil dauðþögn. Ég veit, ok, ég veit. Það kemur ekkert upp í þessu námur. Nei, frábær spurning hér. Já, grjóta ég. Heyrðu, Beria. Hann tók við af Stalin. Já. Hann var sem sagt yfir sem sagt svona leyniþjónustunni veist, og hann var bara ógeðslegur maður og var að hann var barnaberi og hann að það sem allir vissu en svona yndislegt. Já en svona sem betur fyrir þá var hann drepinn. Þannig að ég var að segja hann í númer 2 og ég ætla að setja Goebbels í númer 3. Okay. Hann var eins og ég segi algjörnaðar og ég þólar ekki. En já. Ég var byrjun skrautlega þátt sem að þú ert með fyrir okkur. Ég er eiginlega búið kviða fyrir honum sko. Já, með sumt sem að þú er búin að vera að segja úr honum, það er ég bara guð minn almáttur. Ef það er eitthvað þáttur sem við missum hlustendur, þá er það í dag. Ég heldur græðum sko. Það? Já. Það er meðaldra kallmenn sem er með sama húmor og þú. Ég veit ekki hvað er þetta að tala um. En ok. En annars þá elskum við alla hlustendur. Já, við elskum alla hlustendur. Það er bara, sem er með betri húmor en annar. Já, þú ert ekki við góð. Ég veit ekki hvað það tala um. Allavega. Já, klára þetta. Já. Ég heyri að þú ert ólmiða vaði upp á sennið. Allavega. Bank. Okay. Ég býð. Er það þér alvara? Já. Hver er þar? Elstu brandari Amy. Ég fann ekki betri ingang en þetta. Sorry. Ef þið viljið stoppa núna, þá skil ég ykkur og rosalega við. Ég strax byrja að verkja. Verki kjálkan. En allavega. En elstu brandari heimi á hvaða hátt? Að þeir eru það þreyttir eða? Sumir að þeim, já. En já, ég ætla að segja eitthvað frá elstu bröndurum sem hafa verið skrifaði niður og þeir eru misfindnir, þannig að búi ykkur undir rússíbana. Ég sé að þú ert mjög tilbúin. Ég er rosa spennt. En já, þetta verður svona ákveðin svona listi í rauninni bara sem ég er með. En já, við byrjum á þeim elsta sem sagt vita er Hann sem sagt kemur frá árinu 1900 fyrir Krist frá forn Súmeríu sem var það sem Suður Írak er í dag. Okay. Og alltaf Súmerar svona eina fyrstu þjóðum til þess að skrifa eitthvað niður. Já. Þetta er í raun orðatiltæki sem var notað á þessum tíma og gefur eitthvað svona smá innsýn inn í líf Súmera á þessum tíma. Okay.
sagði á þessum tíma 2 í sömu setningu, frábært, vel gert Jónas. Hann gefur til kynna að closet-húmor var eins vinsæll og hann í dag. Prump alltaf fyndið. Það nefnilega alltaf fyndið. Já, það samt ekki alltaf fyndið, en oftast. Já, meina, ok, ég skal allan að segja það að, þú veist, ef einhver prumpar hátt í jarðarför, ég að fara að hlæja. Já. Þú veist, það bara mjög fyndið. Bara að segja. En já, hann hljóða svo, eitthvað sem ekki hefur gerst frá örafi manna, að ung kona hafi ekki fretað í kjöltu eiginmann síns. Ha? Hann mjög flókin nefnilega, sko, en sem sagt, í rauninni... Hvað, var það eitthvað tákn ást að prumpa maka sinni eða? Nei, ekki ást, sko, en bara að, veist, þetta gerist bara. Já. Þetta í rauninni orðatiltæki sjálfstæðan hlut, í rauninni. Eins og þetta er elsti brandari sem vitað eru. Þannig já, ég bjóst aldrei við að hann yrði góður, sko. Já, þetta er samkvæmt Wolverhampton háskólans, það sem þetta er elsti brandari sem vitað eru. Ok. Og fáum við líka frá Wolverhampton háskóla það næst elsta sem vitað eru, og hann kemur frá Egyptalandi í forna og er 1600 fyrir Krist. Okay. Þetta er faró, talið vera kóngurinn Snorfu. Já, hann Snorfu? Já, Snorfu Kallinn? Já. Já, þetta er svona basically hann á að vera allægið í rauninni. Ok. Í þessum brandara. Hvernig skemmtir faró sem dauð leiðist? Þú siglir helling af ungum konum klæddum einungis í fiskveiðinetum niður Nílarfljótið og segir faró að fara að veiða fisk. Ha? Þetta er svo faralegt. En já. Ok. Þetta var greinlega drepfindið á sínum tíma, sko. Fólk hefur mismunandi húmor. Já, svo sannarlega. Það er ekki að þessi væri þeir góðu? Nei, þeir koma næst. Já, ok. Þetta er ekki... Þá er þetta alltaf að vera rosalega mikið niður og þegar þetta voru bestu. Nei, svo sannarlega ekki. En já, þú veist, ég skrifaði hérna í textan, búist bara við mikið af svona vandræðlegum þögnum í gegnum þáttinn, kæru hlustundur. Það er mikið af svona, já. Þú veist, og þetta er bara elstu djókin í heimi sem vitað erum, og þetta er sem betur fyrir hefur húmor farið aðeins fram. Já. Þetta er ekki sammála. Þú veist, já og nei. Já. Sumt af því sem þér finnst vera drepfindi, þá er ég bara Reyndar. Svo margir pappabrandarar og svona. Þeir eru alltaf klassík. Ég veit ekkert hvort það er. En já, nú förum við að mínum að þetta á hápunktinn. Það er pressa. Það er pressa. Við förum aðeins fram í tíman á milli 5. og 4. öld eftir Krist. Ok. Fólk djókaði bara ekki að ná milli. Nei, það var bara engin hlátur. Við erum sem sagt í Grikklandi hinni forna, og merkilegt að sem sagt, það er til samansafna bröndurum sem heitir Philogielos og þýðir sem sagt, og er þýtt sem brandarakallinn. Það er beinþýtt samt sem ást á hlátri. Okay. Veist, eins og filosófía, fíló er bara, bara ást. Já. Og, já. Þetta er samansafn af 265 bröndurum og þeir vera allir lesnir upp hér. Nei. Kristjánsson, það hefði ekki komið óvart. Nei, ekki svo gott. Ég skal kannski eitthvað tíma að taka upp hljóðbók. Og hvað allar að lesa ná þegar hefði tungumál? Já, byrja á forngrísku. Því meður ég kann ekki forngrísku. Grísku.
Ekki þýsku. Nei, ekki heldur fór þýsku. Ég er bara þýsku. Já, þýsku, já. Nei. Ambition. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja, meine Schatz. En já, merkilegt að þetta er elsta varðveitta brandarbók sem vitað um. Og Mér finnst samt eitthvað kalt að við brandarabók. Það er eitthvað ófyndið við brandarabók. Ég dýrka að fara á uppistand og horfa á uppistand og allt þetta. En ef ykkur er bara eitthvað einn heima hjá sér, kom með eitthvað brandar eitthvað, skrifa það niður og gefa það út. Það er eitthvað, við finnst það skrítið. Já, ég skil þig. En þú veist... Að því brandara líka oft, þau þurfa tón og þú veist, það fyrir eftir hvernig þú segir þá. Þú veist, en þú eru bara eitthvað að lesa í bók, bara eitthvað, Já, veistu? Ég skil þig, sko. En alltaf, við erum að muna, þú veist, uppistand kemur ekkert fram fyrir en sko 1950 eða eitthvað, sko. Ég veit það, ég er bara að segja samt að það eru leikur að gefa út brandarabækur. Já, 100%, sko. Og ég mun koma inn á það sem sagt á Íslandi, sko. Á eftir. Já, ég held ég að lesa ykkur sem ég þekkti 8 inn á. Já. Ó, frábær. Það var líka, þú veist, Hafþinga brandarabækur voru mjög vinsalar. En allána. Heldum áfram. Já, þetta er einmitt elsta varðveitta brandarbók sem við erum. Já, ég orði þetta svona út af því að það voru skrifaði brandarabækur fyrir þetta. Það er víst vitað að hann sem sagt Filippus annar af Makedóníu, hann gaf út fyrirskipun að það yrði skrifun niður allir brandarar á einum skemmtistað í Aþenu á 4. öld fyrir Krist. En já, það hefði því miður glatast. Okay. En já, við vitum það vegna þess að Athenaios frá Navkratios skrifaði það. Okay. Já, og hann Plátus, fornrómverskáld sem var uppi á 2. öld fyrir Krist. Já. Í leikriti hjá sér var karakter sem minnist á brandarbækur samkvæmt Wikipedia. Okay. Ég fór í grunnheimildir og fann þessa tilvitnanir í leikritunum Persa og Stíkus og það er bara minnst á bækur, ekkert minnst á brandara. Ég skil. Eina tengingin er að þetta var sem sagt gaman leikrit og að það eru brandarar í því leikriti og síðan er minnst á bækur. Ég skil. Þannig að já, ekki treysta öll á Wikipedia, krakkar. Ó nei, svo sannarlega ekki. En aftur að Philogélos að þá eru þeir aðeins öðruvísi en þeir sem voru skrifaði 2000 árum áður. Og ég skal segja að núna að þessi brandar eru töluvert betri en það sem hefur komið að þessu. Þeir eru í rauninni byggðir upp alveg eins og Hafþingabrandar á Íslandi að því leiti að það er ákveðin stereotypa notuð. Ég skil. Og þú veist, eins og til dæmis Tossi, fræðimaður, Nirvill, síðan líka ein típan er konuhatari eða svona eigin konuhatari er þetta þitt. Ég skil. Og já, það er svona hitt og þetta. Yndislegt. Já, og fólk frá ákveðnum borgum og bla bla bla. Ok. Ég ætla að lesa upp nokkra, þeir eru stuttir. Býð spennt. Nirvill skrifar upp erfðarskránna sína og setur sjálfan sig sem erfingjan. Þetta er strax betra. Hvað er við ykkur að það? Það er aðeins nýtt með það, já. Já. Ég get sagt það. En jú. Heldum áfram. Skólatossi er að selja hús. Hann ber með sér bút úr húsinu til þess að sýna fólki hvernig það er. Kímiumadur ég strax komið augnar að frá Elsu. Kímiumadur er að versla sér glugga og spyr hvort það séu einhverjur sem snúa suður. Oh my god.
ert ekki glöð að ég tók þetta fyrir. Ég trillist úr gleði. Ha? Já. Ok. Sá næsti. Abderíti sér gelding spjalla við konu og spyr hann hvort þetta sé konan hans. Hann svarar að hann get ekki átt konu. Þetta er þá dóttir þín. Hvernig var þetta brandari? Þetta var setning bara. Já, en abderítin hann fattar ekki. Hann getur ekki átt dóttur. Nei. Ég mest að hlæja yfir hvað þú ert neykslu. Það gerir þetta miklu skemmtilega fyrir mig, sko. Nei, ekki. Já. Líka ennþá betra að við getum ekki farið beint á happy hour eftir þetta. Já, alveg, æðislegt. Nei, kannski bara ég fyrir á happy hour. Ég er góður, sko. Þú varst á vassvagninum og meðan. Er ég á vassvagnum? Æðislegt. En ok, seinasti úr... Og þetta eru góðu brandarannir. Já, þetta eru góða brandaranir. Já, seinasti úr Fílógelos. Andfull maður fer til læknis og segir: Minn kæri læknir, sjáðu hvað úfurum minn hefur farið niður. Þegar maður... Úfur. Já, úfur, hann litla draslið hann sem hangir úr kókinuðinu og horfa á teiknimyndir þá alltaf þegar ykkur að syngja þá flöktar þetta alltaf. Sjáðu hvað úfurum minn hefur farið niður. Þegar maðurinn opnar munnin, snýr læknirinn sér í burtu og segir: Það er ekki það að úfurinn hafi farið niður. Vandamáli er að raskatið hefur farið upp. Þú er svo haldinn í hlátrinum, ég sé það á þér. Nei, sko, ég er smá að hlæja ekki út af brandunum. Því hvað ég er að hlæja? Nei, ég bara sé þau svo mikið fyrir mér vera að lesa þetta og vinna í þessu máli og vera að skemmta þér konunglega. Það er það sem Það er rétt að þetta var þannig, sko. Já. Já, þetta sýnir okkar að húmor hefur ekki breyst mikið gegnum aldinar frá þessum tíma. Jú, hann hefur. Hvað meinarðu? Standardin hefur aðeins farið upp. Er það svona? Já. Ég skal segja að þetta er aðeins nýtmiðara heldur en hitt. Já, svo sannlega. En er þetta að fara að vinna einhvern Óskar? Nei. Vistu, ég get alveg séð fyrir mig það. Nei. En ok, næsta sem ég ætla að kynna fyrir er ekki beint brandari en gáta. Þú það er í rauninni hægt að túlka hann sem brandara. Hann kemur fram í Exeter bókinni frá 10. öld. Þetta er frá Engilsöksunum í Exeter og er stærsta og mögulega elsta rit sem vita er sem skrifað var á gamalli ensku. Það er áhugavert. Þetta er ekki bara brandara, sko. Það er líka fróðleikurinn, sko. Þetta er ekki bara grín og glens hérna, sko. Já, en þetta er sem sagt samansapn af ljóðum og gátum frá þessum tíma og er brandarinn partur af gátunum. Og hann hljóðar svo: Hvað hangir af mitti manns og vill pota í hóluna sem það hefur potað ofta í áður? Nei, stopp nú.
Það getur ekki verið bara hausinn minn sem fer á þennan. Það getur ekki bara verið hausinn minn. Hvert er hann að fara? Hvað, ég skil ekki. Nei, ok, skilur ekki. Nei, Nei. Hvað ert þú að hugsa? Það sem er 90% af öllum er að hugsa. Ást mín. Er það langt hjá mér? Ertu að tala um kynfæri? Já. Ásti mín, þetta er lykill. Það er kannski að því að lyklar er ekki beint að hanga utan af fólki í dag. Ekki í dag, kannski. Nei. En jú, heyrðu, fólk vinnur, þú veist, í svona, þú veist, eins og Bíkó og svona, þeir eru alltaf með svona teygju á lyklunum sínum. Og Pétur Jóhann var frægur fyrir hana lyklakippi mennina. Já, þessi gáta var skrifið fyrir starfsmenn Bíkó. Já. Ég get svo svarað að allir Bíkó-hlustendur muni hafa dáið úr hlátri og fatta þetta leið. Oh my god. Ég get alveg sagt að ég veit það 120% að ég var ekki ein. Ég held að þú sett svo eina sem með hausinn í ræsinu, sko. Já. Ég bjóst ekki við að þetta yrði besti brandar. Já, það sem þú ert búin að segja var ég bestur. Ég veit. Það er sko best að þeir að koma. Já, þú veist, sko, ég get alveg sett það núna að það sem er eftir þetta er hræðilegt, sko. Það er ég bara 100%. Okay. En já, áður en það kemur að Gamani og Glensi að það ætla ég að kynna ykkur fyrir honum Poggio Bracciolini. Hann er ekki að fara að mæta í stúdíóðu, sant? Nei, sem betur verið ekki. Okay. Já, þú veist, það var geggjað að hann kæmi, skilur, en það er glærið að tala um hann. Allavega, hann er nefnilega frekar merkilegur sem sagt fyrir ákveðna hluti og ekki fyrir það sem ég er að tala um að núna fyrir í rauninni. Hann fæddist í Terranova í sem sagt 1380 sem var síðan endurnefnt Terranova Bracciolini á 19. öld, honum til heiðurs. Ég skil. Og er ennþá til í dag. Faðir hans tekur hann til Flórens í skóla og verður hann ágætlega frægur meðal heimspekinga og menntamanna fyrir hæfni sína sem afritari. Og kannski ég útskýri hvað afritari var, en á þessum tíma var húmanismin að koma upp og rosalega mikið af fólki var að í rauninni að kynnast aftur gömlum verkum. Já. Frá, veist, eins og Forn Róm og Forn Greiklandi. Og voru þau rit kannski ekkert í geggjuðu standi, þannig að það voru ákveðnir afritarar sem skrifuðu textan upp aftur á nýrri blöðu. Þetta var náttúrulega áður en prent var til. Já, þannig að hann var frekar góður afritari og það kom honum í tengsli mitt við menntaelítuna. Og ef að þú komst inn í menntaelítuna, það var allavega mjög mikilvægt skref ef þú vilt komast áfram í lífinu. Þetta er mjög ólíkt og er í dag. Og þetta er ekkert, veist, þetta er ekki venjulegt með við söguna. Út af því að þetta var ekkert, veist, ef maður horfir aftur í söguna þá var menntaelítan aldrei eitthvað það öflug, sko. Nei. En í Flórens á endurreisnum tímanum þá var menntaelítan bara í rauninni partur af borgarelítunni. Og það að vera partur af menntaelítunni þá allt í einu varstu komin með tengsl við sem að valdamestu og öflugustu leiðtöfum bara á þessum tíma. Og já, þú varst allt í einu komin bara með tengsl út alla Evrópu í rauninni. Já.
Þú veist, út af því að einmitt Medici fjölskyldan var partur af þessari menntaeildu. Hún var borgareildan í rauninni. Já, nú var hluti af þessum hóp. Já, og Medici fjölskyldan var búin að breiða sig yfir í rauninni alla Evrópu. Með banka út allt, þannig að þú varst í rauninni komið með starf hvað sem ef þú vildir. Og einmitt, hann nýtti sér það og varð sem sagt ritari á skrifstofu páfans í Kúríunni. En það sem hann þekktastu fyrir í rauninni að hann fann og varðveitti gömul rit frá fornöld. Til dæmis De Rerum Natura, eina verki sem varðveitt eftir Lucretius og mjög merkilegt verk út af fyrir sig. De Architectura eftir Vitruvius, sem var innblástur fyrir Vitruviusumannin eftir Da Vinci, sem mjög frægt, þetta hann gæðin sem stendur hann. En það brandarabókin sem hann skrifaði sem við erum að fara að tala um hér. Yndislegt. Ertu ekki spennt? Ég svo spennt. Ég veit að þú vilt örugglega meira vita Vitruvius en það ekki að fara að gerast í dag. Hann var á því að latína var ekki bara góð fyrir formlega og kirkjulega hluti eða einhver meistarastykki listarinnar. Hann var líka á því að það litla og ómerkilega eins og brandarar væru tilfallnir til þess. Og því skrifaði hann bókina Facetiae eða Facetiae, veldur það hvað framburð þú vilt. Sem þýtt sem spaug, skop eða brandara, bara eitthvað svona skemmti gaman hátur. Þessi brandarar eru meiri eins og litla smásugur eins og menn heyrast og sumar eru alveg frekar langar. Ég ætla að lesa 2 af þeim styttri sem ég fann. Ok? Hvað að fara að vera eina lengi? Alls ekkert lengi, sko. Ég að skemmta mjög mikið allavega. Já, ég heyr það. En já, fyrsta sagan heitir biskup á hestbaki. Höndin strax komin upp á enni hjá Elísu. Það hlýtur að vera út af því að hún bara mjög einbeitt á það sem ég hef að segja. Bara 100% ástu mín. Ok, hann hljóða svo. Ég var á leiðinni einn daginn til Páfahallar. Reið framhjá einn af biskupum okkar. Líklegast mjög hugsi. Því hann tók ekki eftir að einhver heilsaði honum með því að taka ofan. Skiljandi þetta sem ókurteisi, sem stolt eða hroki, þar einn, sagði maðurinn, sem hefur ekki skilið hálfan asnan eftir heima. Hann tekur hann heilan með sér. Í þeim skilningi að hann væri asni sem viðurkennir ekki merki virðingar. Þetta var brandarinn. Frábært. Kannski bara vildar ekki heilsa þér? Já. En mér finnst líka svo, þetta eru hræðileg brandarar, ég alveg á því. Þú veist, en það alltaf gott merki á það að útskýra brandarann. Einmitt. Eftir á. Þá þetta góðu brandari. Já, það eru bestu brandarinn sem það að útskýra. Einmitt. Í þeim skilningi hann væri asni sem viðurkennir ekki merki virðingar. Já, frábært. Það er slegt. Stendur þið rosalega vel í þeim bransar sem þú ert. En já. Þetta minnir mér smá á hana svima pínlegu brandarana í Baby Reindeer sem að fór alltaf sem fór útskýrði einmitt nei rosalegt endilega horfaðu þá séri, hún hrikaleg og æðislega á saman tíma. Hún verður samt örugglega old news þegar þessi þáttur kemur út. Já, pottet, en ef einhver yfir ekki síðan bara go for it. Þegar þessi þáttur kemur út þá mögulega að fara að koma Bridgerton Season 3 Part 2 Oh god, trillist ég get ekki beðið. Oh god. All of the sex. Ég meina, þetta bara softcore
klám sko. Þetta er bara bestu þættir með betri þáttir sem hafa verið gerðir. Ok, heldum áfram. Sá seinni heitir Gaman samt orðtak hans Giovan Pietro frá Sienu. Ég er strax búin að ná klónum í Elísu hér. Nei, líka, ég svaf ekki vel í nótt. Já. Og ég er að hafa mig alla veginn til þess að halda mig vakandi. Samt fekk ég mig orkudrykk á hann, sko. Ha? Hvaða? Það sýnir hversu áhrifamiklir þessir brandarar eru? Já. Ég hef haldið að það hefur rifið upp orkuna hérna með allir þessum hlátri hér. En ok, og ég ætla bara að strika undir hérna sko að þetta er þinn uppáhalds. Nei, við mig góðu, nei. En að þetta eru steyðstu sem ég fann. Já. Af öllum sko. En já, Giovan Pietro, borgari Sienu, ávallt tilbúin í glens og grín, var einn fínan sumardag í Róm, boðinn af Bartolomeo de Bardi út á lífið. Party? Já, það er party. Party á Bartolomeo, sko. Party á Barta. En, smá út af dörina, en mér svo fyndi að hann þurfa að nefna alla á nafni og þetta. Þú er aðri bara, who the fuck? Já. Allana. Við vorum þó nokkrir þarna með, hittumst í sama tilgangi og líka til að stríða gestgjafa okkar. Samkvæmt venju á undan víninu, hann gaf okkur hverjum og einum munnfylli af brauði sem við þáðum allir og byrjuðum að tyggja. Giovan Pietro einn hélt sínum bita í hendinni. Verandi spurður ástæðuna á því hvers vegna hann æti ekki. Bartolomeo, sagði hann. Þitt brauð er það hóværasta og lítilátasta sem ég hef nokkur tíman séð í mínu lífi. Ég hef ítrekað reynt að lyfta því að munni mínum en án árangurs. Ég gat aldrei sigrast á því að brauðið myndi taka forgang yfir vínið. Við hlóum allir yfir hnyttni mannsins sem hélt að það væri ekki skylda að borða brauð fyrir drykkju þegar maður er mjög þyrstur. Var þetta brandarinn? Aftur að útskýra hvað var fyndið. Sem er bara kannski var hann í megrun. Já, ég meina, hver veit. Já. Við að taka glútenfrían lífstíl. En svona án jokes, miða við sko Fílógelos, þá er það allan að þú veist brandarar í þannig sem skilur. Þannig séð, já. En allan, þú veist, þetta eru bara einhverjar sögur sem eru ekki einu svona það fyndnar. Nei, sem hann er verið bara eitthvað þegar hann var að skrifa það. Einmitt. Þetta var nú fyndin saga sem ég heyrði hér. Ég ætla að skrifa hana niður. Hann er kannski ekki endilega að fatta að því að stundum er eitthvað rosalega fyndið og svo kannski horfum maður á myndbandið aftur eða reynir að segja eitthvað öðrum. Og það bara er alls ekki fyndið. Nei, af því að þetta er bara svona you had to be there. Já, algjörlega. Kannski hlóðu þér. Já. Alveg svakalega yfir þessu, ef þetta gerðist í alvörunni. En þá hefði þetta bara átt að vera í augnablikinu. Algjörlega, sko. Algjörlega. En já, seinasta sem ég ætla að segja frá er bók Joe Miller sem heitir Joe Miller's Jests or The Wits Vademecum. Okay. Og Vademecum þýðir farðu með mér og var svona bækurinu sem þú tókst með þér. Þú veist, eins og eitthvað svona stílabók eða handbók eða eitthvað svona. Okay. Og í rauninni bara svona í rauninni eins og kiljur eru oft í dag og svona frekar litlar. Þó þetta sé nefnt brandarinn er hans Joe Miller, þá er þetta ekki skrifað af honum. Nú? Já, og
það er mjög random. Já, nefnilega. Og eru aðeins 3 af þeim sem eru með hann sem aðalpersonu af sko 300 sko. Oh my god. Já. Þessi bók kom út 1739 einu ári eftir að Joe Miller dó. Hvað var þetta bara svona honum til heiðurs eða? Ég ándjúks veit ekki af hverju. Það er engin skýring af hverju þetta var hans nafn sem að bendlaði þetta. Nei. Og ég sko, þetta er svo mikil mystería að ég ándjúks, ég veit ekki hvað er í gangi sko. En hún var sem sagt skrifað á honum John Motley sem var með Joe Miller í svona leiklistarhóp í rauninni. Þeir voru sem sagt báður, allavega Joe Miller var ágætlega frægur leikari nefnilega á þessum tíma við leikhúsi Drury Lane sem er minnum með ennþá til. Já, kunnulegt. Og hann John Motley var sem sagt rithöfundur. Já, og það er með fyndið sko að ég fór í basically einu heimildina þessa bók ef einhverju leiti sem er sem sagt Encyclopedia Britannica frá 1911 sem sagt eftir hann hvað var að chippa með eitthvað og þá einmitt kemur sem sagt Joe Miller var leikari hjá einhverjum hóp man ekki hvað hóp var á Drury Lane og hann lék blö í The Tempest eftir Shakespeare og blö í Much Ado About Nothing eða eitthvað eftir Shakespeare. Það var sérstaklega nefnt sko. Þannig að hann var greinilega frægur fyrir þessi leikrit sko. Og já, þetta er í 1911 útgáfunni sko af Britannica og síðan er mitt nefnt þessa bók og að sem sagt, já, að þessi brandarabók var nefnilega frekar fræg og var mjög vinsæl á þessum tíma og ég vitna í hana í til dæmis A Christmas Carol eftir Dickens og ég er búin að lesa hana mjög oft og ég er búin að sjá þetta nafn alveg áður bara þannig að fólk veit ég lesa hana hverju einstu jólum og ég skildi aldrei þessa tilvitnun núna veit ég það og líka í Ulysses eftir James Joyce sem er líka eitt stærsta bókmenntaverk alla tíma en já, þetta voru samt ekkert frábæri brandarar og það var þekkt sem Millerism ef þú sagðir það sem kallast í dag pappabrandara. Þannig maður á þínu skapi. Já, svo sannarlega. En greiði maðurinn hafði ekkert með þetta að gera. Nei, nefnilega ekki, sem er ógeðslega fyndið. En já, ég ætla að lesa nokkar brandara og já, ég skal alveg veikina hér að þetta eru þið verstu sem ég mynd taka. Þeir allra verstu. Og þeir sem ég er að taka... Ég held að við erum ekki að enda á high note. Nei, alls ekki, sko. Nei, já, Hvað er með þetta? Regency í Bretlandi var ekkert sérlega fyndin tími, ég skal alveg segja það. Nei, kannski ekki. Já, það er 1740 Regency. Er það ekki? Er rétt sleppur enn í Regency? Ég man það ekki. Cirka bát. Þetta er allavega fyrir Victoria tíman allavega. Já, þetta eru vesturbrendarinnar í mínu vati. Og þeir sem ég hef tekið fyrir eru samt þeir bestu af þeim vestu. Já. Ok, hvað er bara með þetta? Klárum þetta af, rífum plásturinn. Ok. Aldur frúar kom til að vera settur í efa. Hún staðfesti að hún væri aðeins 40 og kallaði á herramann sem var í hópnum hans álit. Frændi, segir hún. Trúir þú því að ég sé í rétti þegar ég segi að ég er aðeins 40? Ég ætti ekki að þræta það, frú mín, svaraði hann. Því ég hef heyrti segja það seinustu 10 ár. Mér finnst þessi betri heldur en þarna... Bracciolini? Já. Ok, það er náttúrulega, sko, eins og segi, þetta er sá besti, sko. Okay. Þetta er besti brandarinn af þessu. Þetta verður bara að vera hérna frá. Þannig að fólk var greinilega alltaf að ljúga aldurinn sinn. Já, það er greinilega bara eitthvað sem er þekkt. Og Facebook er búin að eyðileggja það. Nema þegar fólk skráir ekki afmælistæðin. Já, það er náttúrulega virka líka.
En já, það svona það sem þessir allavega hafa fram yfir Bracciolini er að það þarf ekki að útskýra þá eftir. Nei, ég var ekki að tala um Bracciolini, ég var að tala um hana Fílógélós. Já, mér finnst þessi hana sá varst að lesa skárri en þeir sko. Já, ásamlega, en ok. Oh my god, ok. Já, ég mun líka segja þér eitt sem er alveg hræðilegur til bara svona útskýra. Já, ok, skil, ok. En já, næsti. Já. Þetta er einn af þeim bestu líka. Frægur starffræðikennari sem hafði lengi verið giftur án þess að geta með konu sinni barn. Sagði einn við hana: Frú mín, maðurinn þinn er frábær starffræðingur. Já, svarar hún, nema hann kann ekki að margfalda. Þessi er líka betur. Er það? Ég er ekki dugað, þegar ég skrifaði þetta allt niður og ég var að lesa Fílógélós, þá hló ég upp átt. En þegar ég var að lesa þetta, þá las ég þetta eins og eitthvað fræðiritt, sko. Þessi er miklu betur. Er það? Já. Hitt var bara svona crickets. Já. Já, áfram með þetta. Ok. Ég ætla að næsti er einn af þeim svona síðri sem ég fann. Skurðlæknir var sendur til herramanns sem hafði fengið sér smá sár í átökum. Læknirinn segir þjón að fara heim eins fljótt og hægt er að sækja ákveðin plástur. Sjúklingurinn verður smá fölur. Herra minn, segir hann, ég vona að það er engin hætta. Jú, svo er það, svarar skurðlæknirinn. Því ef hann flýtir sér ekki nógu vel, að þá mun sárið gróa áður en hann kemur tilbaka. Hvernig þú fíla þessa brandara miklu meira? Þetta er magnar. Þessi bara mega miklu meira sens heldur en hinnir. Ég er að djóka. Af því að þessi, þú veist... Hvað með abdirítan? Oh my god, nei. Og kímiðumannu? Nei. Af því að þetta er meira svona brandari, hitt er meira svona hlæðu. Já, ég skil þig. Þú vilt meira svona surprise. Já. Já, ég skil þig, ok. Halda ára. Þannig að þú ert að enda á hænót. Já, greinlega. Ég sverða, ég er alls ekki ein þetta. Ég held að þú sért einn að finnast hitt. Ha? Kimberljós. Endilega hlustendur, hver að vera ykkar uppáhalds í þessum þætti? Ég með endilega að senda. Hvor er með betri húmor? Hvor er með betri? Ég eða Jonni. Þú ert að fara að vinna þetta sem 100% sko. Ég veit það. Já. En allavega. Þetta er í rauninni allt sem ég svona vildi taka sérstaklega fyrir. En mér langaði samt að minnast á eitt íslenskt. Hann Gunnar Sigursson frá Selalæk. Hann gaf út sem sagt minnst 1 hefti á ári af bröndurum frá 1933 til 1961 og er svona frekar allavega þekkt meðal eldri Íslendinga víst við. Já. Og mér langar að segja eitt brandara úr því hefti. Ok. Ung, skáldhneigð og draumorgjörn kaupstaðastúlka var að tala við sveitabónda sumarkvöld. Þetta er bara uppsendingin. Ok, gæðu sér séns. Nei, bara við vorum að tala um lýsingar í bókum í gær og hvað lýsingar eru oft mikill óþarfi. Það var það fyrsta sem kom fyrir á mér. Það var rosalega ítalegt þarna. Ok. Já. Hann er ekki að grípa með þarna, sko. Nei, ég skilji. En já, hún er sem sagt draumorgjörn og skáldhneigð kaupstaðastúlka sem er að tala við sveitabónda sumarkvöld. Þetta sumarkvöld. Var sólin hátt á lofti og grasið í blóma. Það getur vel verið. En já, hún segir við hann: Þið hljótið að þekka andlit náttúrunnar í öllum myndum, segir stúlkan. Hafið þér ekki séð sólina ganga undir í logandi eldflóði eins og væri að kvikna í öllum heiminum? Hafið þér aldrei séð mánan eins og dauðhræddan flóttamann vera á flýiferð undan dimmum og drungalegum regnskýjum?
Og hafið þér aldrei séð þokuna læðast niður fjallhlíðarnar eins og þúsundir af vofum sem allar böðuðu út höndunum. Þá greip bóndinn fram í og kinkaði kolli og segir: Jú, mér áma nú í þetta, en það er svo langt síðan ég hætti að drekka, stúlka mín. Ég veit ekki, ég sopnaði smá. Mér finnst þessi ákveðlegur. Auðvitað. Já. Þetta er svo eins og eitthvað svona ljóð sem átti allt í að vera með eitthvað punchline. Já. Ég bara tengi ekki. Hún var skáldneið og draumar gegn Já, kaupstafsfólki. ég veit það. Þá má hún bara halda þeim hugsunum fyrir sig. Ha? Já. En já, þetta er allt sem ég sem sagt svona undirbjó fyrir daginn í dag. Ég vona að ykkur hafi fundist þetta skemmtilegt. Mér allavega fannst þetta mjög skemmtilegt að sjá Elísu svona hægt og rólega deyja innan frá. Ég kannski gef þér bara Joe Miller's Jest. Ég er rosalega góð. Þú ljóst rosalega mikið af þeim. Já, bara samt bara takk. Ég mun bara... Takk, nei takk. Yes, hún kemur í jólagjöf. Ef þú kemur hana í jólagjöf, já, þá verða tilbúnir skilnaðapappirar. Ég er ekki að gefa þér fílógélus. Mér er alveg sama. En já, hvað af þessum brendurum fannst ykkur fyndnastur? Og ef það er ykkur eldri brandarar sem þið veitu endilega kommenta það til okkar. Og já, kannski taki annan þátt með elstu brendurum. Please. Gæti alveg vel verið. Herðu, ég held að verðum bara að segja þetta gott, ást mín. Ok. Herðu, bara þið eru hetjur ef þið eru búin að hlusta svona lengi. Það er laugardagur þegar við erum að taka þetta upp, þannig að við segjum góða helgi. Góða helgi. Ok, kvættum við út. Gott þriðjudagstilboð. Gleðilega þrillara. Gleðilega þrillara. Já, en ég vil samt bara benda fólki á að ef þið hafið eitthvað sem þið viljið að við tökum fyrir, endilega sendi okkur á Instagraminu. Eða Gmail. Sögukastið@gmail. Og já. Ok. Takk fyrir hlustið. Takk. Bye.